Komið sæl, velkomin á 264. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar, aukafundur hérna í desember og hann haldinn hérna í stjórnarhúsinu að venju. Við erum bara með eitt mál á dagskrá, en það sameiningakosningar Dalabyggðar og Húnaþings vestra. Lögð fram skýrsla sameiginlegra kjörstjórnar Dalabyggðar og Húnaþings vestra niðurstöðu íbúakosninga sameiningu sveitarfélaganna tveggja 28. nóvember til 13. desember 2025. Einhver sem vil ræða sameiningakosningar eða skýrslu kjörstjórnar? Einar, gjörðu svo vel. Oddviti, ágætu fundarmenn. Mér langaði nú bara að byrja á því að þakka öllum sem koma að allir þessari vinnu og bæði undirbúningu og svo framkvæmd kosningana. Samstarfsnefndinni kannski sérstaklega. Gögnin sem lágu fyrir, mér fannst þau rosalega góð, vel unnin og skýr og þau hjálpuðu mér að gera upp hug minn í þessu. Ég held að núna á síðustu 7,5 ári, síðustu 2 kjörtímabilum, þegar að sameiningamál hafa eitthvað borið á góma, þá hef ég hef yfirleitt tjáð mig og ég held að flestir viti það að ég hef talað fyrir því að við myndum skoða sameiningu allavega með opnum hug og ég sagði það fyrir kosningarna 22 að ég væri hlynntur því að við myndum skoða verulega vel að sameinast og ég held að þessi sveitarstjórn sé búin að vinna vel í þeim málum. Ég held að flestir hér voru sammála í því að við myndum skoða og vinna út frá því sem kom í skoðanakönninni samhliða kosningunum 22 og við erum búin að þreifa á öllum þeim möguleikum sem voru sem fengu þar í rauninu sirka 1/3 atkvæða og skiptist þannig niður. Mér langaði kannski örstutt að út af því eins og þetta fór og að kannski þreifa aðeins betur á þessu og ég er bara ánægður hvað þetta var í rauninu afgerandi. Það var ágætis þáttaka, hún var yfir 60%, þannig að það er bara mjög skýrt og þetta bara féll ekki sameiningar megin í þetta skiptið. En það er samt gaman að rifja upp nokkra punkta og með leyfi oddvita þá langaði mig að lesa upp smá sem þegar ég fór aðeins að grúska og rifja upp að ég fann til dæmis eina frétt frá 2014. Hún var reyndar á vef Reykhólahrepps, af því þá var líka gerð skoðanakönnun í sveitarfélögunum, bæði þar og hér og með leyfi oddvita. Íbúar Dalabyggðar virðast fúsari til sameiningar við annað eða önnur sveitarfélög en íbúar Reykhólahrepps, samkvæmt niðurstöðum skoðanakönnunar sem þar var gerð í afhliða kosningum á laugardag eins og í Reykhólahrepp. Spurt var, vilt þú að sveitarstjórn Dalabyggðar kanni áhuga nágranna sveitarfélaga á sameiningu við Dalabyggð á kjörtímabilinu 2014 til 2018? Já, sögðu 137 eða rétt 60%, 40% segja nei. Svo langaði mig að lesa örstutt með leyfi oddvita úr fundargerð sveitarstjórnar í júní, fyrsta fundar þessara sveitarstjórnar. Þar var skilað inn úr skoðanakönnun sem fór þá fram. Alls tóku 304 þátt í könnun sameiningarkosti Dalabyggðar sem fór fram samhliða sveitarstjórnarkosningunum 14. maí 2022. 240 svöruðu játandi hvort að Dalabyggð ætti að hefja samningaviðræður á kjörtímabilinu, eða 80% af þeim sem að kusu og svöruðu þessu. Og svo eins og þið munið, og aðeins 22 á móti, þess að nei, og svo var skiptingin Húnaþing, sameinasveitarfélag Helgafells og Stykkishólms og svo annað fór sirka 1/3 á allt saman. Með við þessa niðurstöður þar sem að yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem tóku þátt í þessum 2 skoðanakönnunum ætti að taka upp samningaviðræður, þá ég að viðurkenna að mér fannst stundum svolítið sérstakt að fylgjast með hvernig umræðan þróaðist síðustu vikurnar fyrir nýafstaðnar kosningar. Og það líka gaman að rifja það upp að það eru bara rétt 30 ár síðan að íbúarnir hér voru í 8 sveitarfélögum. Og ég held að langflestir sem bjuggu þá og búa jafnvel hérna enn sáu mikinn hag í því þegar Dalabyggð var stofnað. Og ég nú búinn að búa hérna
í 23 ár á þessum réttum 30 og ég held að það hefði verið framfaraskref þegar Dalabyggð var stofnað og ég held að Dalabyggð standi sterkar núna heldur en nokkur sinni. Kannski má vel vera að það spili líka inn í hvernig þetta fór núna. Við erum í ákveðinu svona uppsveiflu og þar af leiðandi held ég kannski að það hafi spilað að einhverju leyti inn. En ég var líka hissa á því hvað það var afgerandi. Sem sagt, ég held að það yrði tæpara hérna megin, hvernig þetta fór. Ég sagði já, af því að ég sá ekkert nema tækifæri í þessu fyrir okkur öll. Ég sá í sjálfu sér enga ókosti við þetta þegar ég var búinn að skoða þetta allt saman fram og tilbaka. En það sem ég kannski sérstaklega ánægður með er að nú erum við búin að taka svona sameiningarferli alla leið. Við erum búin að taka tillöguna og það er búið að fara í alla þessa vinnu og ég held þá að næst þegar þetta verður gert aftur sko. Ég er alveg sannfærður um það. Þá held ég að umræðan verði öðruvísi. Ég held hún verði dýpri, fyrr og það verður farið í svona kannski eitthvað aðeins öðruvísi vinnu. Mér finnst það liggja 100% fyrir að við þurfum að auka tekjur. Við þurfum að berjast að fá fólk til okkar eins og öll önnur sveitarfélög. Það eru öll sveitarfélög í kringum okkur að reyna að fá til sín fólk. Þá þurfum við að bjóða upp á að minnsta kosti jafngóða ef ekki betri þjónustu. Og þá bara þurfum við meiri pening. Það sést kannski bara á fjárhagsáætlunum bæði hér og í Vestur-Hún að þær eru tæpar núna næst. Og þannig að ég held að það býður okkar ekkert nema að skoða bara einhverja fleiri kosti. Ég vona að framtíð Dalabyggðar verði stóra kosningamálið í næsta vor. Og ég ljósi þess að algengasta sem ég heyrði þegar fólk var að ræða Dal-Hún sameininguna var að fólk var að tala um það að það væri engin hefð á samvinnu og við nýtum enga þjónustu þar eða þeir hér. Nú, ef að það er aðalmálið, þá held ég að Dalamenn vita alveg hvert er eiga þá að horfa næst. Ef að þetta er aðalmálið, hvert við nýtum þjónustu, þá liggur það alveg fyrir hvert er alltaf að horfa. Ég ætla ekki að stinga upp á því hér, ég held að þetta sé eitt af svona tilvöldu kosningamáli næst. En ég held við þurfum ekki að óttast það að verða gleyptir eða að við séum minni aðilinn þó við færum í samvinnu við eitthvað stærra sveitarfélag. Ég sé bara tækifæri í því. Af því að það sem á eftir það sem kemur, það verður alltaf sveitarfélagið, hvernig sem sameiningin verður, það verður stærra og kröftugra sveitarfélag. Ég held við höfum mistað bara rosalega góðu tækifæri síðustu helgi. Ég held að hefði orðið svolítið þetta hefði vakið rosalega athygli ef það hefði orðið til þetta nýja sveitarfélag. Þetta hefði búið til algjörlega nýjar línur á landakortið. En ég ítreka bara það sem ég sagði áðan, það er bara flott að þetta var afgerandi og en ég er sannfærður að það verður aftur farið í svona vinnu á næsta kjörtímabili. Takk. Takk hérlega fyrir Einar. Eyjólfur er búin að biðja orðið, gerðu svo vel. Oddviti og aðrir góðir sveitarstjórnarmenn, ég tek undir með Einari Jóni og ég vil bara þakka þeim sem kom að vinnunni, samstarfsnefnd og ég vil kannski ekki síst bara þakka íbúum sveitarfélagsins fyrir að hafa mætt á kjörstað og sýnt þessa góðu kosningaþátttöku. Ég held að sé ekkert sjálfgefið að rúmlega 60% kosningaþátttöka sé í svona kosningum ef maður skoðar svona sambærilega sameiningakosningar annars staðar á landinu undanfarin ár. Ég leyni því ekkert að ég var talsmaður sameiningar og setti já á minn kjörseðil, en það er líka ánægjulegt að sjá bara hversu afgerandi niðurstaðan var í báðum sveitarfélögum og það hefði verið miklu erfiðara ef þetta hefði verið 50% sama hvort veginn það hefði farið.
En samning sveitarfélaga, ég held að þetta sé málefni sem er búið að vera til umræðu hér í sveitarstjórn Dalabyggðar frá því að ég fór að vera viðriðin sveitarstjórn. Fyrst sem fyrsti varamaður hér í sveitarstjórn kjörtímabil 2014 til 2018 og svo hef ég setið hér sem aðalmaður síðan 2018. Og eins og Einar Jón rakti hérna þá hafa Dalamenn alltaf verið fylgismenn þess að sameinast. En það var margt mjög áhugavert rætt í þessari sameiningu sem að vakta athygli eins og til dæmis öll þessi manngerðu landamæri sem að við höfum búið til í stjórnsýslunni sem að menn voru að velta fyrir sér hvar ætlar að vera þegar einhver tvö umdæmi ætla að vera sameina sveitarfélagið. En ég held að sameiningar sveitarfélagi eftir að vera áfram til umræðu á komandi árum og talandi landshlutasamtök sveitarfélaga, ég held ég hef nú einhvern tímann spurt þeirra spurningar hér á síðustu árum. Hvað eru landshlutasamtök sveitarfélaga með 1 eða 2 sveitarfélög? Eða öll sveitarfélögin innan landshlutasamtaka saminast? Er þá ekki hlutverk landshlutasamtakana orðið breytt líka? Það er hlutur sem menn þurfa að skoða. Og ég man þetta mjög vel þegar ég sótti hér haustþing Vestfjarðastofu, það með minnir haustið 2019 eða 20. Man ekki hvort sennilega 2019 að þá fékk ég þá spurningu frá mjög mörgum ef að Dalabyggð ætlar að fara að tala við Reykhólahrepp og Strandabyggð núna hvort ætlaði að vera í þarna samtöku sveitarfélaga Vesturlandi eða tilheyra Vesturlandi. Ég sagði við erum bara ekkert farin að hugsa það. En mér langar líka svona bara hugleiðing inn í framtíðina hvernig svo sem að sko hlutirnir verða og þróast til framtíðar. Þá þurfum við líka alltaf að fara í alla sameiningakosningu og þessa vinnu þannig að meira af hlutum sé skjalfest og það séu þarna eitthvað niður skrifað frá ríkinu sem að það ætlar að gera. Og þetta segi ég svona í ljósi þeirra frétta sem nú í gangi varðandi nýframlagða samgönguáætlun sem nú reyndar ekki komin fyrir Alþingi. Sem aðeir virðist rýtingur í bakið á heila landsfjórðungi fyrir austan sem búin að gera allt eins og hefur átt að gera síðustu ár, sameina sveitarfélög, gera forgangsröðun samgöngumannvirki og svo kemur samgönguáætlun og það búið að setja valkostin sem búið að vinna að frá síðustu 10 árin, 8 ára forgangsröðun. Og það má alveg velta fyrir sér hvort þurfi að hafa bara meira eftirlit með störfum hins opinbera því að það er mjög stíft aðhald á okkur sveitarfélögin. Ef við förum út á sporinu þá fáum við eftirlitsnefnd á okkur. Þannig að það eru svona ýmsir hlutir sem þarf að skoða. Það er allavega mín skoðun ef að verður viðtækari sameining sveitarfélaga til dæmis út á Snæfellsnes að það þarf bara brú yfir Álftafjörð að vera komin á tæknibörðið fyrr en seinna. Því að sveitarfélagi mun ekkert fúnkera fyrr en samgöngur eru orðnar tryggar. Þetta sást alveg í Fjallabyggð þegar að Siglufjörður og Ólafsfjörður sameinast. Það voru ýmis vankvæði á þeirri sameiningu meðan að göngin voru ekki komin á milli þéttbýlisstaðanna. Þannig að höldum áfram að skoða þetta. En ég vil líka jafnframt bara hvetja alla þá sem hafa áhuga á sveitarstjórnarmálum að hugsa og gefa kost á sér til þáttöku því ég held að verði alltaf áskorun að manna sveitarstjórnir á komandi árum. Þetta er alveg ótrúlega mikil vinna. Eins og ég hef sagt við einhverju, ef ég hefði alveg svakalega mikinn tíma, þá geti ég verið á einhverjum fundum tengdum sveitarfélaginu á hverjum einasta degi allt árið umkring. En maður verður að velja á hafna þegar maður er kjörinn fulltrú og í annarri vinnu með í svona litlu sveitarfélagi. En fyrst og fremst, þetta var bara góð vinna og þannig að niðurstaðan var afgerandi. En ég ætla bara að segja allavega hérna að lokum, ég spái því að í núverandi norðvestur kjördæmi verði sennilega 4 til 5 sveitarfélög innan 25 ára. Takk hérlega fyrir þetta, Jólfur. Fleiri sem vilja taka til máls, Skúli, gjörðu svo vel. Háttvirtir góðir sveitarstjórnarmenn, ég vil bara taka undir það sem Eyjólfur og Einar hafa sagt hérna
og þakka fyrir. Ég var svo sem í þessari undirbúningsnefnd eða samstarfsnefnd sameininguna og þakka fyrir það hól sem við höfum fengið í þessari vinnu. Ég held að hún hafi einmitt skilað miklu. En ég ætla líka að segja að ég er náttúrulega hundfúll með þessa niðurstöðu. Auðvitað vildi ég þetta yrði samþykkt og ég er ekkert að ljúga því fólki að ég sé mjög glaður með þetta. Ég er bara hundfúll með þetta. En ég er samt mjög ánægður með kosningaþátttökuna og ennþá ánægður með að það sé hrein niðurstaða. Ekki þetta sé eitthvað að falla á einhverjum örfáum atkvæðum. Þannig að ég vil nú þakka íbúum Dalabyggðar fyrir að hafa tekið allavega þátt og við höldum bara áfram. Við erum alveg sterkt sveitarfélag og getum gert allt sem við viljum ein og sér ef við öllum okkur að gera það. En alltaf til ég að skoða allt og en ég segi það, ég flyt ekki heim í þetta skiptið. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Bjarki, gjör svo vel. Og tuti ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Þakka fyrir þær umræðar sem hér hafa farið fram og í rauninni get tekið undir þær heilsugar og það atriði sem hafa verið nefnd. Af því að ég held að sveitarstjórnarstigið því veitir ekkert af að hugsa málin víðar heldur en verið hefur og ekki láta manngerðar áratuga gamlar línur hamla sér í þeim vangaveltum og þannig að en Dalabyggð getur staðið og stendur keik eftir þessar kosningar. Það var mjög afgerandi niðurstaðan beggja vegna og sem að í rauninni tekur af öll tvímæli afstöðu íbúa í hvað þennan möguleika varðar. Það skiptir líka máli að kosningaþátttakan var yfir 60% í báðum sveitarfélögum. Það skiptir máli og ég vil þakka bæði íbúum Dalabyggðar og sem og Húnaþings vestra fyrir að gefa sér tíma til að taka þátt bæði í kosningunum eins umræðunum í aðdraganda þeirra. Ýmsir hafa spurt mig hvort þessi niðurstaða valdi vonbrigðum. Það var yfirleitt fyrsta spurning hjá öllum fjölmiðlamönnum sem hringdu að fá einhverja dramatík í loftið það að við værum verulega vonsvikin og allt það. En mín viðbrögð eru og hafa verið og verða áfram að það er það ánægjulega í þessu er að þátttakan hafi verið jafn mikil og raun bar vitni. Niðurstaðan var eins afgerandi og raun bar vitni. Íbúarnir tóku og í þessu tilviki ákvörðun út frá sinni bestu samvisku og niðurstaðan er okkar að virða hana. Það er einnig vert að minna á að íbúakönnun landshlutana sem framkvæmd var veturinn 2023 til 2024 þá mældist ánægja íbúa Dalabyggðar mest á landsvísu hvað varðar lýðræði og aðgengi þeirra að ákvarðanatöku. Sú niðurstaða sem við erum að sjálfsögðu mjög stolt af ásamt góðri þátttöku íbúa Dalabyggðar í kosningunum núna mögulega sameiningu styðja hvort annað að mínu mati. Á þessum styrk, virku lýðræði með góðri þátttöku íbúa á samfélagi dölum að byggja áfram að mínu mati hvort sem sveitarfélagið standi eitt ókomin ár eða hvort að huga verða sameiningum á komandi tímum. Það mun tíminn einn leiði ljós og í rauninni þá nýrrar sveitarstjórnar sem tekur við í síðasta lagi mánaðamótin maí-júní næstkomandi að taka þá ákvörðun. Við sjáum það að í rekstraráætlun, fjárhagsáætlun komandi ára að Dalabyggð er sjálfbær en við erum viðkvæm og okkur vantar að styrkja okkar tekjugrunn svo sannarlega eins og öðrum sveitarfélögum lang flestum, kannski undanskil einstaka sjávarútvegs sveitarfélög og eða það sem er stóriðja og það er bara misjöfn staða þannig að við þurfum að huga því en íbúar Dalabyggðar geta verið keikir nú sem fyrr og síðan er það okkar að vinna úr málum á komandi mánuðum og svo nýrar sveitarstjórnar að halda utan málin í framhaldinu. Ekki meira sinni. Takk.
Takk fyrir þetta, Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég var sjálf búin að skrifa niður hérna nokkur orð, en mér langar bara að taka undir orð Einars og Eyjólfs og Skúla og Bjarka, bara að þakka öllum sem tóku þátt í íbúafundunum í aðdraganda kosningu og öllum sem nýttu sér kosningaréttin sinn og mættu á kjörstað. Það var virkilega mikilvægt að fá hátt hlutfall íbúa sem mættu á kjörstað og það sýnir okkur að fólki ekki sama framtíðinni hérna í Dölunum. Okkur ekki sama. En lýðræði snýst ekki bara að taka ákvarðanir, þær heldur að hlusta á niðurstöðuna og auðvitað tökum við í sveitarstjórn hérna þessum skilabóðum að fylgstu auðmýkt og höldum bara áfram okkar vinnu og svo það einmitt undir nýrri sveitarstjórn hvernig framhaldi verður. En þótt að sameining verði ekki veruleika svo stöddu þá þetta ferli ekki vel einskis. Við höfum farið í gegnum ítarlega greiningavinnu, rætt opinskátt veikleika okkar og styrkleika og átt í góðu samtali við nágranna okkar í Húnaþing vestra. Eins og þegar við komum inn á þetta bara lærdómur og við göngum frá þessu reynslunni ríkari, töfum ekkert af því. En við stöndum áfram frammi fyrir áskorunum í rekstri og þjónustu og núna þurfum við að bretta upp ermar og finna nýja leiðir til að tryggja vöxt og velferð í okkar samfélagi og eigin forsendum. Og framundan mikilvægur tími, næsta vor göngum við aftur til kosninga en þá til að kjósa nýja sveitarstjórn fyrir næsta kjörtímabil. Mikilvægt að við fáum fólk til forystu sem tilbúið að leggja sitt að mörkum. Eyjólfur kom inn á þetta áðan einmitt líka. Og ég hvet íbúa til að láta sig máli varða og huga því strax hvernig við getum manna sveitarstjórn okkar sveitarfélags af öflugum hópi fólks. Við þurfum fólk með fjölbreytta reynslu, skýra framtíðarsýn og brennandi áhuga á velferð Dalabyggðar til að leiða þá vinnu sem framundan er. Og mjög líklega og ég hef alveg trúið því að við munum standa aftur á næsta kjörtímabili í sameiningaviðræðum. Spurning bara hvert. Látum þessa niðurstöðu vera upp af nýrri sókn. Hvort sem fólk kaus með á móti sameiningu þá deilum við öll sömu sýn að Dalabyggð eigi að vera blómlegt samfélag. Og nú komin tími til að standa saman, ræða lausnir og undirbúa okkur fyrir þau verkefni sem ný sveitarstjórn mun taka við á komandi vori. Ég ætla að gefa orðið laust aftur ef einhver vill koma í pontu aftur. Svo veist ekki vera. Þetta var eini liðurinn á fundinum í dag og útrætt mál. En tillaga mín að næsti fundur sveitarstjórnar Dalabyggðar verði að óbreyttu haldinn 12. febrúar 2026. Það að segja að við fellum niður í annað fundin. Er það samþykkt? Þessi gefa merki? Já, það er samþykkt. Ég vil þá bara óska íbúum Dalabyggðar að gleðra hátíðar og njótið með fjölskyldunni. Takk fyrir.